Sælveri, ég las grein daginn sem hjálpaði mér virkilega að skilja aðstæðunar sem við erum að lifa í núna. Og hún fjallaði það að við varum öll að eiga við sorg. Við varum öll að eiga við svona sameiginlega sorg og hver einslíkur fyrir sig væri að eiga við sorg fyrir sjálfa sig. Og ég tengdi svo mikið við greinina og það hjálpaði mér að átta mig sjálfur á mínum tilfinningum og aðstæðunum sem ég er að ganga í gegnum í lífinu í dag. Þannig að mér langar til að deila með ykkur það sem ég lærði af greininni. Og í greininni stendur að það getur verið mjög gott að þekkja 6 stig sorgar, bara hvert svona sorgarferli. Og ég ætla að tengja svolítið við á aðstæðanar í dag. Og skref nummer 1 í sorginni að það er svona afneitun. Það er svona sem maður fekk þegar ástandið kom fyrst, þá var maður bara svona, þetta mun aldrei hafa áhrif á manns eigin líf, þú veist, þetta mun ekkert hafa áhrif á mig, þetta býttar engu máli og maður svona, þú veist, maður vissi ekki hvað áhrif þetta myndi hafa. Síðan næsta stig að það er reiði og reiði er þá, þú veist, þetta ástand er að hafa áhrif á daglega líf mitt, skilur, ég get ekki farið í skólan, ég get ekki unnið, ég get ekki haldið fyrirlestur fyrir framan ykkur, heldur þarf ég að tala í kameru, margt að frestast, ég get ekki farið í búðina svona með grímu og þetta er svona, þú upplifir einhvers konar reiði út af því að það er að trufla þitt daglega líf. Númer 3, þriðja stig sorgar, að það er svona að semja við sjálfa sig, að semja við ástandið. Já, heyrðu, eins og daginn, það kom lockdown, þá hugsaði maður, ok, þetta eru bara 2 vikur og síðan verður maður bara góður. Og síðan, númer 4, að það er bara svona dapurleiki. Það er að vera bara svona leiður yfir ástandinu. Og þetta hefur maður upplifað klárlega í gegnum tímana. Maður verður oft bara svona leiður yfir hvernig hlutunir eru og leiður yfir því að veit ekki hvað kannski framtíðin byrja skauta sér, að veit ekki hvað er nákvæmlega að gerast eða hvernig hlutinir verða. Og númer 5, 5. stig sorgar, að það er samkomulag, nei, það er sátt, segi ég, að taka í rauninni aðstæðanar í sátt, að átta sig á því, ok, þetta er bara svona og núna þetta er bara nýji heimurinn sem við búum við og núna þurfum við að gera okkar besta í að aðlagast aðstæðanum, basically. Og síðan er 7. stig og það er merking, að það er að finna einhvers konar merkingu úr þessum aðstæðum sem við erum að lifa í. Þú veist, það getur verið eins og átt að segja að við erum tengdar með höldum því við getum haft samband við og afa í gegnum síman, eða átt að segja því hvað maður kann virkilega vel að meta skólan, hvað maður kann virkilega vel að meta að geta farið í klippingu, hvað maður kann virkilega að meta að geta knúsað og hitt vini sína og að, svona, að finna einhvers konar merking úr þessu, kannski að kunna meta að þið byrjuðu meira að fara í göngutúra eða byrjuðu að hlaupa úti, skilur, eða þið fenguðu að vera meira með ykkur sjálf, þó svo að það getur kannski verið krefjandi líka, en það er finna einhvers konar merking úr þessu. Og það er talið að þú ferð ekkert í gegnum þetta svona skref fyrir skref, þessi stig, heldur þú farir í gegnum skrefin á mismunandi tíma. Þannig að stundum hefur maður reiður, stundum leiður og ég get rétt ímynda mér að þið tengið við eitthvað af þessum hlutum sem ég er búin að vera að tala um. En styrkurinn og það sem hjálpar okkur að komast áfram, að það liggur í sátt og merkingu. Því að ef við tökum aðstæðanir í sátt, áttum okkur, þetta er bara svona raunveruleiki sem við búum við, að þá fyrir við meira fókusur á, þú veist, að við hættum að blóta aðstæðunar og hættum að kenna þeim og förum frekar að spyrja okkur sjálf hvað við getum gert í okkar valdi til þess að stjórna, hverju getum við stjórnað svo okkur miði áfram. Og merking er meira svona, þú veist, að öðlast einhvern lærdóm, einhvern skilning í aðstæðunum sem hjálpa manni hugsanlega í framtíðinu og ég trúi því að við munum halda áfram að finna einhvers konar merkingu úr þessu og þó að þetta ástand verði ömurlegt, þá held ég að verði lærdómsríkt líka. Og sko, ég tengi við ykkur á þá máta að þetta er náttúrulega bara þjáning og lífið er í rauninni bara þjáning, þess aðstæði sem við erum að eiga við, það er þjáning og lífið er þjáning. Þú veist, þetta er ekki réttlátt og lífið er ekki réttlátt. Þú veist, þetta er krefjandi, og þegar ég segi lífið sem þjáning, þá meina ég að lífið inniheldur bara röð vandamála. Það inniheldur krefjandi tíma, inniheldur áskoranir, hindranir, vonbrigði, hjálparleysi, veikindi og loks dauða. Þannig að lífið er mjög erfitt og það er fyrsti sannleikur búddisma. Það er að lífið sé í rauninni þjáning. En við erum öll sammála um það. Ég held sé allir sammála um það að við viljum minnka alla umfram þjáningu sem lífið þarf að vera.
Þannig við viljum minnka alla svona óþarfa þjáningu heldur en þjáningin nú í dag. Ég held að séu flestir sem vilja gera það. En með því að vera í rauninni en að kenna aðstæðunum og svoleiðis að þá og að þú veist að dvelja of mikið að því sem maður getur ekki gert að þá maður raunin að svara þjáningu með þjáningu þá upplifir maður ennþá meiri þjáningu þá lífið ennþá meira krefjandi og ég skil það ótrúlega vel því að þú veist lífið mjög krefjandi og ég skil ótrúlega vel að rauninni að kenna því og rauninni svara þjáningu með þjáningu en einhvern veginn verðum við að finna leiðið til þess að minnka alla umfram þjáninguna heldur en ástandi hefur og ég held að allir vilji gera það. Þess vegna ætla ég að tengja við kannski það sem ég ætla að segja restina af þessu spjalli við ykkur við bókina mína sem ég var að gefa út fyrir nokkrum vikum síðan sem heitir 10 skref í átt að innihaldsríku lífi. Og í skrefi 2, skref 2 heitir eru 10 skref og skref 2 axlaðu eins mikla ábyrgð og þú getur borið. Og það nefnilega mál með vexti að maður vill og hvernig, nú næsta spurning hvernig axla maður eins mikla ábyrgð og maður getur borið og þá langar mig til að segja ykkur frá einum einsleik sem heitir Viktor Frankl. Þið sem veit ekki hver hann hann skrifaði bókina Leitin að tilgangi lífsins og hann var fangi í Auschwitz í seinni heimsstyrjöldinni og við vitum nú flest öll hvað gerðist í seinni heimsstyrjöldinni það voru útrýmingarbúðir gyðinga og hann var þræll í þessum búðum í Auschwitz og hann lifði við hræðilegar aðstæður. Hann óttaðist líf sitt á hverju einustu augnabliki, hann var búinn að missa fjölskyldu sína, var að missa vini sína, var að sjá fólk vera slátrað, fekk þunna súpu að borða daglega, bara pínu litla, var þrælkaður út og hann var ekki með botna skónu sínum, hann var að drepast í löppunum og hann lifði bara við, þú veist, ef það eitthvað sem kallast helvíti, þá þetta ansi nálægt því, þessar aðstæður sem hann lifði við. Og helsti lærdómur sem við fengum að Viktor Frankl að það var að hann áttaði sig á því að sama hvað tekur mikið frá einstaklingi, sama hversu mikið aðstæður breytast í lífinu, að þá getur aldrei tekið það af honum hvernig hann kýs að bregðast við aðstæðunum. Því að þegar aðstæður breytast ekki, að þá erum við knúin til að breyta okkur sjálfum. Og þetta var svona aðalatriði sem hann tók út úr fangabúðunum, að hann gat sjálfur valið hvernig hann brást við að vera hann í útrýmingarbúðunum. Og hvað gerði hann? Jú, hann í fyrsta lagi þá stemdi hann eitthvað úr útrýmingarbúðunum. Hann ætlaði að gefa út svona sálfræðimeðferð til að hafa góð áhrif á annað fólk í lífinu og þetta var einhver svona stefna sem hann ætlaði alltaf að gera og hlakkaði til að gera þegar hann kæmi út úr búðunum. Einhver svona sem gaf honum von, gaf honum einhvern svona lífsneista. Hann nýtti hvert augnablik á að verja góðan tíma með þeim sem hann var að vinna með, þrælanum sem hann var að vinna með basically í útrýmingarbúðunum. Hann nýtti tíman að hlæja, gera grín að þessum aðstæðum og svo framvegis og til dæmis húmor og hlátur getur verið mjög góður í krefjandi aðstæðum í lífinu og hann notaði svona ýmis lítil augnablik sem hann gleymdi í rauninni aðstæðum sem hann var í til þess að komast í gegnum þær. Þannig það sem hann kenndi okkur að það ekki hægt að og þetta eiginlega tengist að því að samþykkja aðstæðunar, að samþykkja það að við getum ekki breytt aðstæðunum en við getum stjórnað hvernig við bregðumst við þeim. Og hvað gerðist? Viktor Frankl lifði að búðirnar, horfði á marga vini sína að gefast upp og bara missa lífsþróttinn og hann varð einhver þekktasti, hann gerði svona þerapíu sem kallast logoþerapía og hann hefur haft góð áhrif á fjölda líf fólks og ástæðan okkur að lifða af að hann hafði einhverja stefnu, hann var áfram að stefna á okkar og auðvitað þurfum þið áfram að halda áfram að stefna á okkar, halda áfram að vilja að standa ykkur vel í prófunum, halda áfram að vilja útskrifast skólanum, halda áfram að stefna á starfi sem við vilja eða verða þeir einsleika sem þið vilji vera, því það mun halda ykkur gangandi og líka að nýta augnablikin og hlæja þó þessi erfitt, að njóta þess að geta farið í sturtu, fengið sér að borða og svo framvegis og kunna að meta þessa kannski litlu hluti við lífið og því að í rauninni viltu svona axla maður ábyrgð eins mikla ábyrgð maður getur, sérstaklega núna því að þú vilt ekki kenna lífunum, þú vilt ekki kenna sjálfum, sjálfsögðu ekki en þú vilt taka eins mikla ábyrgð og þú getur því að ef ábyrgðin var á lífinu þá getur þú ekki gert þetta í því
en ef ábyrgðin er þér sjálfum eða sjálfri, að þá getur actually gert eitthvað í því. Þess vegna vill maður taka eins mikla ábyrgð að mögulega getur. Hitt sem ég langar til að tala við ykkur er tímasón. Það er það að mér langar til að spyrja ykkur að því sem hjálpar ykkur áfram að mér langar að spyrja ykkur að því, mér langar til að segja ykkur frá því að þegar ég spyr fólk á ykkar aldri þá spyr ég oft hvað sóðið miklu tíma samkvæmt ykkar eigin mæleiningu og það segir svona 4, 6, 8 jafnvel 10 segja sumir en svona algengasta svari sem ég fæ eru 6 klukkutímar á dag hversu miklum tíma sóðið á dag og þá verð ég svolítið leiðilegur og segi ég ætla að taka nokkra útreikninga og fólki líkar ekkert rosalega vel við útreikninga en ég segi þá 6 tímar, það eru 42 klukkutímar í viku 42 klukkutímar í viku eru 2148 klukkutímar á ári 2148 klukkutímar á ári er 91 sólarhringur sem er 1/4 af árinu sem er 25% af lífinu þannig að þú ert að sóa 6 tímum á dag að þú ert að sóa 25% af lífinu með því áframhaldi og oft setur svona útreikningar lífið í rauninni smá samhengi og oftast þegar ég tala um þetta þá er fólk bara svona hakan dettur neðar já, fólki sem er að hlusta á mig en ímyndið ykkur hvað þið getur gert mikið í þennan tíma hvað þið getur gert mikið til þess að efla ykkur sem einslíkar hvað þið getur nýtt þennan tíma hvað þið getur nýtt þennan tíma því að þið eruð ekki bara þeir einslíkar sem þið eru núna þið eru líka einstaklingar sem þið eruð í eftir 3 klukkutíma, eftir 3 daga, eftir viku, eftir margar vikur, eftir mánuð, eftir ár. Því það sem þið gerir í dag hefur svo mikil áhrif á okkur í framtíðinni. Og það vilja allir uppfylla í það sem í þeim býr. Þú veist, við tölum alltaf um þetta að, þú veist, maður vill verða sá sem maður getur orðið. Og það býr einhver svona möguleg geta í okkur öllum. Og maður vill stefna því að hverjum einasta degi að átta sig á hvað mann er mögulegt og mann er mögulegt miklu meira heldur en maður átta sig á og reyna að bæta sig með hverjum einasta degi. Þannig hámarkaði maður allt sem í manni býr og þannig nýtir maður tíma sinn. En hvernig nýtir maður tíma sinn og hvernig hámarkaði maður það sem í sig býr? Það er ísast spurning en ég trúi því að stefna því að gera daginn í dag aðeins betur en daginn í gær að það sé að fara að koma ykkur ansi langt. Sama hvað það er. Meina, það getur verið bara Það getur verið að knúsa mömmu ykkur á pappa. Það getur verið að læra í 15 mínútur. Það getur verið að hreyfa ykkur, taka göngutúr í 10 mínútur. Það getur verið að sóa 5 klukkutímum og 50 mínútum í staðin fyrir 6. Þetta er allt litlar breytingar en getur gert svakalega mikið fyrir lífið ykkar. Því að pæli í því ef einsleikur sem hefur ekki hreyft sig, hann byrjar að hreyfa sig í 5 mínútur, þau kannski hlægið, þeir eru 5 mínútur, hann getur alveg sleppt þessu. En ég segi nei, því að ímyndið ykkur að hann tekur 5 mínútur í kannski 2 vikur, allt í einu verður þessar 5 mínútur orðnar 2 vikur, og allt í einu eftir 2 vikur verður þessar, verður 5 mínútur orðnar 10 mínútum sér eftir 2 vikur, eftir þessar 2 vikur eða 4 vikur þá verður þetta orðið á 20 mínútum og að lokum eftir svona hálftar þá verður kannski einstaklingur byrjar að hlaupa í hálftíma. Þá er þetta pínlitla skref, þessar 5 mínútur sem langar að ganga orðið að reisa stóru stökki. Og þú vilt svolítið lítið tilbaka eftir einhvern ákveðin tíma og sjá hversu vel og mikið þeir hefur miðað áfram. Og því að ef þið hugsi út í það, þegar þið vaknið á morgnana, þá er allir dagurinn framöndan fyrir ykkur. Þið hafið stjórn á því hvernig þið getur nýtt daginn í að verða þeir einstaklingar sem þið viljið vera. Þið getur nýtt tíman í að bæta ykkur, í að efla ykkur, í að verða betri einstaklingar sem gerir ykkur betur stakk búin undir erfiðleika í framtíðinni og færir ykkur nær því sem þið viljið virkilega. Því að ég heyrði setningu daginn sem stakk með aðeins og það var að athafnirnar sem þú framkvæmir á hverjum degi eru lífið þitt. Þannig að þetta er sama pælingin og að ef þú eyðir 6 tíma á dag að þá er það svolítið lífið þitt að það verður bara tímasón. Sama að það er sama hvað þú gerir. Og þess vegna er þessi litlu skref, í þessu fjölmörgum þáttum sem þú getur bættið í, þessi litlu skref á hverjum degi að þau skipta virkilega miklu máli því að þau safnast upp. Og þannig í rauninni held ég að maður axli líka ábyrgð sjálfur sér að það er að stefna á hverjum degi að vera betri í dag heldur en þú varst í gær. Síðasti punkturinn sem mig langar til að tala um í tengslu við að axla ábyrgð sjálfur sér er það sem kallast að fórna verðlaunum.
eða fresta verðlaunum og að fórna núverandi augnabliki fyrir frekari ávinning síðan mér. Og hvað meina ég með því? Ég meina í rauninni að sleppa því að gera sem hentugt í augnablikinu fyrir það sem hefur tilgang fyrir ykkur. Og hvað er það? Jú, tökum dæmi. Þið komið heim og þið vitið að þið eigi að fara að læra eftir skóla, það er kannski prófa á morgun eða eitthvað svoleiðis, en það hljómar nú betur að kíkja aðeins upp í sófa, kíkja aðeins í síman, kíkja á Netflix. Þannig að þú hefur valið tvennana. Það er miklu auðveldar að fara í sófan og kíkja á Netflix og síman og allt svona. En erfiðari möguleikinn væri að fara og semja við sjálfum sig og fara að læra. Þú ákveður að fara í sófan, ákveður að horfa á 6 þætti af Lofaland, sem eru djúvillig góðu þættir, afsakið orðbragði. En þú ákveður að horfa á 6 þætti af Lofaland og í einhverjum af þeim þáttum er eitthvað svona sem bankar upp hjá þig, bara já að vera að læra. Og þú ert búin að horfa á þessa þætti, hugsaðu bara djöfull. Af hverju tók ég bara ekki tíman og af hverju lærði ég bara ekki? Og því að vil berði þig sjálfa niður fyrir það, sem er kannski ekkert það góð aðferð. En það er einhver samvinskana sem segir að þú átt að vera að gera eitthvað annað. Auðvitað er alltaf að chillun á milli, en það er ótrúlega mikilvægt í þessu augnabliki, því að segjum að einslingurinn hafi í þessu tilviki farið að læra eða farið að hreyfa sig, að gert eitthvað uppbyggilegt, þá hefði hann verið miklu ánægri seinna mér. Hann hefði upplifað svona vákaðir ánægði með ég tók lærdóminn, segjum hann sé fyrir prófdaginn eftir, hann ákvað að læra, vakna daginn eftir bara djúvillir í fegin að ég horfði ekki á Netflix-þáttinn, Lofaland og fór frekar að læra. En sá sem horfði á Netflix, hann verið bara djúvill hefði ég átt að læra maður. Þannig að maður verður að hugsa, hvernig vill mannin líða eftir 3 daga, eftir viku, eftir ár, eftir mánuði. Því að þú verður svolítið að semja við sjálfa því í þessum aðstæðum. Ef ég ger hana krefandi hlut, þá mun ég hugsalega að draga einhverja ávinning að því seinna mér. Og ég meina þeir eru að fórna helling, talandi fórna, þá eru að fórna helling bara með því að vera að horfa á þetta vídeo, bara með því að vera í skóla. Og hvað eru það að fórna? Þeir eru að fórna því að þeir munu fá betri einkunn í áfangunum sem eru í. Þeir munu útskriðast úr skólunum, þeir munu komast í háskóla, þeir munu vera að færast nær þeim feril sem þið viljið takast á við í lífinu, sem gerir ykkur, þeir eru að fórna því að þeir verðið betri einslingar og betur stakk í búin við að takast á við allt lífið og gera sem þið viljið virkilega gera. Og það er rosalega mikilvægt að átta sig á því að þegar maður fórnar einhverju sem er á öskra á mann fyrir einhverju sem maður dregur ávinninga af seinna meir, að þá verður maður ánægri. Maður upplifir svona von og ástríðu og hvatningu og ánægju þegar maður fórnar því sem er hentugast fyrir það sem hefur tilgang. Sem gera það að lokum verður þetta ekki fórn, heldur þetta eitthvað sem þið vilji virkilega gera. Þetta er eitthvað sem þið vilji velja krefandi kostum, því þið vitið að þessi krefandi kostur er að fara að koma ykkur að nær því að verða þeir einsleika sem þið virkilega viljið. Þannig ef við summarum saman, þá vil ég taka í rauninni nokkra punkta á fyrirlestunum. Eitt er það að axla eins mikla ábyrgð og getið í þessu ástandi, eða axla eins mikla ábyrgð og mögulega getið bara í lífinu. Hvernig gerir maður það? Maður gerir það með því að fókusa á það sem maður getur stjórnað og að velja hvernig maður bregstu við aðstæðum, því að við getum aldrei tekið það frá okkur hvernig við gerum það. Ég vil að þið haldi áfram að stefna eitthvað úr ástandinu, að haldi áfram að stefna á það sem ég vilji stefna á. Nýti augnablik til að hlæja og njóta þess að vera til líka þó að þetta sé krefandi. Þau geta gefið okkur heilmikið þessi litlu augnablik. Númer 4, þá vil ég að þið fórnið þessi sem eru að öskra okkur núna og nýti tíman í eitthvað betur fyrir það sem hefur tilgang seinna mér. Því þá eru þið líklega til að hámarka í ykkur það sem í ykkur býr. Og við erum svolítið á þeim stað núna að þið eruð, ef við ímyndum okkur bara bíómyndir, og það er alltaf einhver svona hetja í bíómyndum, og alltaf sama plott sem er í bíómyndum, hetjan í sínu venjulega lífi, sem kemur eitthvað óvænt upp á, og hann fer svona á ókannaða svæðið og lendir í fullt af erfiðleikum á leiðinni, bara fullt af áskorunum og erfiðleikum, og maður er að hugsa bara, eins og Frodo og Lord of the Rings til dæmis, þegar maður var tekin út af Kónguló og hann vafinn og hann bara hvítur í framan og maður hugsaði bara, hann á ekki séns, þetta er bara búið. En einhvern veginn nær hetjan að vinna og klóra sig úr erfiðleikunum, takast á áskorunir, koma sem betri einstaklingur út og að hann öðlaðist einhverja vitneskju, einhverja þekkingu og miðla því til samfélagsins sem hann er í.
og ég tel að við séum öll í þessum krefjandi augnabliki núna í lífinu því að við erum bara hetjur í okkar eigin lífi, við erum hetjur í okkar eigin sögu. Þannig ég trúi því að við séum í þessari krefjandi augnablik núna og ég veit það að ef við höfum áfram að haldið að hafa trú á ykkur, áttu gráði þeir eru miklu magnaðir heldur en að gera ykkur grein fyrir, halda áfram þó að hlutinni séu krefjandi, þá veit ég það að þið munir fara í gegnum þetta eins og hetjunar í bíómyndunum og þið munið verða betri einsleika fyrir vikið og þið munið lítið tilbaka á þessu tíma og vera ánægð með ykkur sjálf, vera stolt af ykkur sjálfum því að þrátt fyrir þetta var krefjandi þá héldu það áfram. Og síðan skilaboðin sem ég vil bara segja við ykkur að þeir eru hetjur í ykkar eigin sögu, haldið áfram, ég hef trú á ykkur, vinnið þið saman í þessum aðstæðum, hjálpið ykkur öðru og því að ef við ætlum að fara einhvern veginn í gegnum þetta saman og að vinna saman eða öðlast betra líf, þá erum við að fara að gera það í sameiningu. Og hann að styðja við hvort annað, hvetji hvort annað, peppi hvort annað og drægi hvort annað upp með ykkur. Annars segi ég bara gangu vel og það var gaman að fá að tala við ykkur.